Já, það mikilvægt 3 stig í dag gegn IBF, svona tilfinning eftir leikinn. Tilfinningin bara fín, þú veist, það var pínu kaflaskipta leikur af okkar hálfu. Með fyrirlega áleikur og svona, þú veist, að stóru hluta mjög góð, við náðum 3 stæði niður og heldum boltanum vel, þeir eru alltaf aðeins hættulegir þegar við töpum boltanum á vondu stöðum eða geta sótt hratt en svona mér fannst við hafa fína stjórn á fyrirháleik en svo einhvern veginn komum við hálf rangir og einhvern veginn öfugir og taktlausir út í seinni hálfleikinn og fyrstu 20 mínútur í seinni fannst mér við ekki vera góðir, fannst mér ekki ná neinu takti en svo svona einhvern veginn tókum við bara aftur stjórnir á leiknum og kláruðu leikið mjög vel þannig að þú veist, ég ætla bara og veist, áttum við margt og svo annað og fullt af hlutur sem við getum bætt. Gafst inn að Alexander Trausti í dag, yngsti leikmaðurinn og yngsti markaskorarinn, hvernig svona fannst þér hans leikur? Já, mér var, veist, hann tók markið vel en þú veist, þegar menn eru orðnir konur í byrjunarliði meistaraflokki þá þurfa þeir eru dæmdir sem meistaraflokksmenn og þú veist, það var hellingur hlutum varðandi staðsetningar og svona sem hann gat gert betur og fullt af hlutum sem hann getur gert betur en þú veist bara ágætis leikur í ánum, þú veist, hann er mjög efnilegur leikmaður og framtíða leikmaður þannig að þú veist, gaman fyrir hann að skora og gaman fyrir stuðningsmenn og félagið að svona ungi leikmenn eins og hann og Siggi Breki sig að gera sig gildandi í liðinu. En að Luke og Július meðast í fyrrháleik, hvernig vont var það með að missa þá í svona stemma í leiknum? Já, það var auðvitað bara vont, það þú veist ekki bara eru þau mjög mikilvægir heldur einhvern veginn, það er bara erfitt að þurfa að skipta 2 leikmönnum út í fyrrháleik, þá bara hverfur takturinn svolítið, þú veist það tekur smá tíma aftur að ná takturinn, kannski maður myndi reyna að afsaka sig eitthvað með byrjun og seinni hálfleik þá getur maður sagt það var að því að þú veist, fóru 2 meitur út í fyrrháleik en það er bara, þú veist, það er þannig samt, þú veist, að einhvern veginn, þú veist, takturinn hverfur og þú ert að spila á bassan og svo bara slitna 2 strengir og svo þarf að setja strengin aftur í og það tekur bara tíma að ná aftur taktinu með hljómsveitinni, sko, þannig að og auðvitað bara vona maður að þeir sé ekki lengi frá, maður vona það en veist, ég veit það ekki. Veist eitthvað stöðuna þeirra svona sirka bát? Nei, ég held að Júli er nú bara að jafna sig, það fekk hné í læri á móti Breiðablik og var kannski bara, þú veist, við vorum að vonast eftir hann væri klár og hann var að vonast eftir hann væri klár og kannski var hann ekki alveg klár. Það var til Lúka meðist aftan læri, Guð má vita hvaða tímarammi er á því, það verður bara að koma í ljós á næstu dögum. En að Eiður með 2 mörk, bara 4 heitur, 5 leikir röða sem að skorar, hvernig svona ekki gott að svona mann bara svona 4 heitan? Já, það er auðvitað bara, þú veist, frábært, hann er búinn að leggja mikið á sig og bara dásalegt að sjá og fallegt að hann sé uppskera eins og hann sáir að hann fái mörk fyrir alla vinnuna sem hann er að leggja á sig, fyrir vinnuna sem hann leggur á sig fyrir liðið og hann er auðvitað bara gríðarlega mikilvægur og ég er mjög glaður að hafa hann. Þið mætið hérna aftur í BVF-samvelli fjá miðvikudaginn í bikarnum, hvernig svona líst þér á þann leik? Mér líst ekkert eðlilega vel á hann, mér líst þetta bara frábærlega á alla leiki og ég hlakka mikið til að mæta þeim aftur, þeir eru með skemmtilegt lið og góða leikmenn og leikmenn sem geta sært okkur ef við erum ekki á tánum, ef við gerum hlutin ekki almennilega, þú veist, þannig að ég bara get ekki beðið eftir miðvikudaginn. Stefnir þess að vinna leikinn og komast áfram í bikarnum ekki? Já, sjálfsögðu gerum við það liggur í hlutarins eðli, við ætlum að reyna að fara svo langt og við getum í bikarnum, það er ljóst. Ertu áttið fyrir að breyta liðinu eitthvað fyrir þann leik? Það verður bara að koma í ljós, á morgun, á mánudag og gott ef við hefum ekki að þrjóta líka og ég þarf eiginlega bara að sjá hvernig menn koma eftir þennan leik og hverjir eru í besta forminu fyrir leikinn á miðvikudag. En að því Ásbjörn skoraði þá var hann bara mjög ánægður með markið, hlýtur að því að mikið fyrir hann? Já, hann hafði verið mjög glaður með þetta mark, það er ekki oft sem hann skorar en
Þú veist, hann auðvitað bara, þú veist, búinn að vera meiddur mjög lengi og að vinna sig hægt og rólega í toppform, en auðvitað það þannig að mörk og gott ef ekki stóðsending líka eru nærandi, það alveg ljóst. Takk fyrir komið vel. Takk hérlega.